Sælatsömmul, Haukur Bragason heiti ég og hjá mér situr Þorsteinn Vaff Einarsson með bakrætasöngunu. Vá, Þorsteinn Vaff Einarsson. Hvað þetta Vaff? Hverju fær fólk aldrei að vita það? Það heitir bara Vaff? Já. Eins og D-Vaff? Ég elskar svo mikið D-Vaff. Ég ákvað bara að breyta nafninu mínu. Ég breytti nafninu mínu, sko, ég skýrður í höfu afa mínum. Já. Sem að nú nýláttinn. Og hann hét Valgeir. Þorsteinn Valgeir. Valgeir? Ég heiti Þorsteinn Valgeir. Vá, einhvern tímann heyrði ég að ég á búin að gleyma því. Já. Valli? Herru, og svo Var hann kallaði Valli? Nei, hann... Bara Valgeir? Já, hann notaði alltaf fullt nafn, sko. Hann notaði alltaf Þorsteinn Valgeir. Ja, hann hét Þorsteinn Valgeir? Já. Já, ok, ég skil. Ég heiti Þorsteinn Valgeir. Ég skil. Þú veist alveg... Ég alnafni hans, já, þú veist, fyrir utan föðunafn. Fyrir utan föðunafn. Og svo svolítið fyndið að þegar ég man ekki hvað ég gamall, 12 ára eða eitthvað, þá eignast ég stjúpföður sem heitir Valgeir. Nei. Þannig að það eins og ég hafi verið skýrður í höfuðið á honum. Og það sem líka fyndið í þessu, fyndið, sniðugt, áhugaverð, skrítið, eða ekki tilvíling, ég veit það ekki, að pabbi minn og mamma, þau kynntust á Selfossi því að þau bjuggu þar. Já. Á tónleikum hjá... Skítamóral. Hjá Valgeiri? Nei, ég veit það nú reyndar ekki. Þau voru saman í grunnskóla. Okay. Ég held að pabbi sé aðeins eldri mamma, allavega, kannski að segja bara eitthvað þvælu, en ég held að Valli, sem er núverandi maður... Hann er kallað Valli? Já. Ok. Sem sagt, þau eru reynda nýskilin, mamma og Valli, nokkri mánuðir. Þau voru sennilega líka saman í grunnskóla og ég held að pabbi minn og stjúpabbi minn hafi verið saman í bekk. Með þeim? Þeir tveir saman, í sama skóla og mamma. Nei. Þannig að sko mamma þekkti bæði pabba minn alltaf og Valla þegar þau voru í grunnskóla. Já. Ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Nei. Og ég heiti Þorsteinn Valgeir. Já, Þorsteinn Valgeir. Já. Þú ert rosa lítið Valgeir. Já, en það ég Vaff, þú veist. Vaff, já. Ég breytti því eitthvað staðar sem ég gat breytti í þjóðskrá eða eitthvað. Er það? En samt þegar ég sko nota símanúmerið mitt og auðkenni mig, þá kemur alltaf Þorsteinn Valgeir og ég hata það. Já, þú eru eiginlega breytt sko svona, já, það er að vera með svona skráðnafn, minnum mig. Já, já. Sem er svona stittra eitthvað þinn. Já, ég ætla að breyta því alveg sko, en það virkaði greinlega ekki mjög vel. Veist þú mitt seinanafn? Já. Aha, ok. Dór. Já. Það vita það ekkert margir sko. Haukur Dór. Haukur Dór Bragason. Það er rosalega skrítið líka. Já. Mér veist að, já. Þú notað það ekki mikið? Ekki neitt sko. Það er ekki eins og D. Haukur D Bragason. Nei. Hvað, akkur hattar þú Dór? Ég hataði ekkert, ég bara hef aldrei almennilega tengt við það sko. Nei. Ég ætla nú ekki að segja að hann, bróður minn Friðrik Dór hafi hjálpað mikið til sko. Nei. Hann svolítið ónaði Dór nafnið á Íslandi. Það hefði nú verið svolítið flott ef þú hefði tekið upp eftir honum síðan. Já. Haukur Dór. Já, svo sem innlegur ræðandi. Hugsi Dór. Já. Frikki Dór. Hugsi Dór. En allavega. Þetta var svona, já. Talandum tækni. Ég segi söguna þetta senna. Dór. Dórnafnið. Já, endilega. Það er saga sko. Við býðum spennt. Já, já. Cliffhanger. Já. Nei, að því ég var nefnilega á internetinu. Nei. Jú. Og reyndir að samfélagsmiðlum okkar. Það er sjaldan góð hugmynd. Tveir kallar, Instagramin okkar sem við erum með. Og var eitthvað svona bara að skoða hvað er að frétta og náttúrulega við erum að taka upp nokkrum dögum og seint. Við ættum í rauninni að hafa gefið út þátt fyrir 13 klukktímum. 12, já. Já, tæpum 13 og það er ekki þáttur og við fengum að finna fyrir því, fólk er brjálað. Það var smá brjálun. Já, fólk er brjálað. Ég sagði samt, sástu að ég gerði tilkynningu á Instagram og sagði að fólk ætti nú ekki að fara að grenja, hann kemur út á mánudegi og ég fekk bara hellinga liði að grenja í engaskilabúðum. En sko allt í lagi, hann má sína tilfinningar sinnar. Eitt af því sem ég tók eftir var að við mistum 3 fylgjendur, Haukur. Bara á miðrætti. Engin þáttur, ég er hættur. Ég veit ekki alveg, ég allan tók eftir því bara áðan að þið verum í sléttum 380. Við vorum sko 383 á Instagram mennur. Já, Instagram. Okay.
og hérna ég bara Já, ok. Ég var sveimur hissa. Eru það ekki bara einhverjir hvað ég segja, einhverjir frændur kollega sem að voru alltaf að bíða eftir einhverju juicy og svo eru við bara eitthvað að krútast og þeir gást upp á okkur. Það mín tilgáta sko. Ég veit ekki, allana síðan 1. nóvember þá hefur við mist 3 fylgjendur. Nei. Já. Skellur. Skellur. Það pínufyndið sko en það fékk mig til að hugsa sko minn eigin miðil, kallmennskuna. Og vegna þess að á góðaristímum kallmennskunar Þú nú mist fleiri 3 þar. Þá var ég, skal ég ykkur segja á góðaristímunum það sem að það var stöðugur vöxtur. Hagvöxturinn var stöðugur. Það sem jafnrétti var í tísku. Já. Já, og þá var ég, minni mig, með 23.500 fylgjendur, minni mig. Og þetta var bara stöðuvöxtur og stundum bara kom bara 100 manns, bara, það var svona gusur. Það er bara 10% af fullorðnum einstaklingum á landinu. Ok. Svona cirka. Ok, allavega. Og ég var svo sem ekki með þráhyggju fyrir þessu, ég skal viðurkenna, ég var ekki með þráhyggju fyrir þessu, en ég fylgdist með þessu. Já. Bara, þú veist, hvað var í gangi og líka þetta var svo áberandi. Svo þegar ég fór að skoða þetta út af dollu sem ég ætlaði að segja sko. Þá sá ég að það var stöðugt sko inn út. Það var alltaf inn út. Og ég sá að því ég var bara að skoða frontinn, það semst hægt að fara inn í eitthvað svona dashboard og sjá þetta allt saman, en ég var bara að skoða frontinn. Hverjir að unfollowa og hverjir að followa? Ekki hverjir, heldur bara tíðnin, eða semst datað sko. Og ég var bara að fylgjast með á forsíðinu minni og sá bara, já, ok, 23,4 23,5, eitthvað svona. Og svo allt í einu 22,9 þú veist, svo bara sá þetta alltaf lækka og ég byrju, hvað fór að hugsa hvort það væri verið að hreinsa ykkur að botta út, getur vel verið að það hefur verið hluta af þessu, en þetta var klálega ekki tilviljun, því að í dag ég með á kallmennskunni 18.200. Já. Það eru mínus 6-7.000 manns, ekki? Nei, 5.300. Já, ok, mér líður allan eins og sér. En og ég keypti sko fyrir 5 árum, nei 7 árum, þá keypti ég 5.000 followera fyrir þig frá Kína. Er það? Nei, segir. Það er hægt samt. Í alvörunni? Já, kostar ekki neitt. Ha? Já. Nei. Kom bara hellinga af einhverjum svona gerfimönnum og followa þig. Í alvöru talað? Vissir þetta ekki? Nei. Ok. Ég skal kaupa svona, svo ég líði byndu með þessar 380 sem að followa okkur á Instagram. Já, herru, getum við ekki keypt 5.380. Getum við ekki keypt fyrir 2 kallana að lúkki eins og við séum bara með risa plattform? Ég meina það er fólk sem gerir þetta sko. Í alvöru talað? Já, þú veist svona hvað ég segja, svona bæði svona já, hvað ég segja, þeir sem eru ekki rússneski bottar en tala svona eins og við séu rússneski bottar þeir eru oft með falska fylgjendur. Já. Og svo líka sko svona áhrifavaldar, eða hvað segja, fólk sem er að reyna að verða áhrifavaldar, komið svona kortið. Já. Það hefur stundum fallið í þetta og svo hefur komið upp þau sko. Já, ég meina þú tekur alveg eftir ef að engagementi við content er bara ekkert. Já, ef það er í miklu ósamræmi við fylgjendafjöldan. Já. En svo er víst líka kannski búið að taka fyrir það með þessum bottahreinsunum. Ég voru að skoða þetta fyrir einhverjum árum út af máli sem fannst mjög áhugavert. Já. Og þá sko þá er líka hægt að kaupa sko like. Nei. Jú. Ok, það er getur bara farið og borgað einhverjum gæja í útlöndum. Ok. Bara einhverja nokkra dollara. Já. Fyrir 250 like á eitthvað post eða what er. Ok. Ákveðlega fyndið. Já. Ég hef ekki farið þessa leið. Ég hef vissulega boostað content en ekki mjög oft hjá mér. En sérst, já, ég var bara að pæla í þessu sko að sé ég til dæmis frá síðustu 90 daga á kallmennskunni þá sko unfollow 391 á síðustu 90 dögum. Já. En follow 100. Já. Mér finnst það alltaf jafn skrítið að því ég er búin að vera svo lengi. Já. Að fólk sé einhvern veginn að koma núna annarkvort aftur eða bara ég veit ekki. Já. En alltaf tölfræðin hún er skemmtileg þannig að
þannig að já, en ég er náttúrulega ekkit mikið að sitja á kallmennskuna núna, þannig að þetta er skiljanlegt en fannst það bara áhugavert, við mistum 3, þá fór ég að hugsa aðeins kallmennskuna og þar hafa þeir farið aðeins fleiri. Við auglýsum eftir þessum 3 hafið þið samband, tölum að þessum þetta. Ég hef ekki aðeins að endur skoða þetta þessa ákvörðun, þessa dramatísku ákvörðun að followa sko, nei, þegar maður er með svona fáa fylgjendur þá er þetta biti sko þessi 3 þetta er alveg tæft prósent. En ég líka hugsa bara, þú ert að followa og svo bara hættur að followa. Hvenær hættir þú að followa? Eða líka bara hættir á Instagram, skilur þá náttúrulega dettur út sem fylgjandi. Er það? Já en ef ég hætti á einhverju þá bara, ég er ekki að fara að eyða Instagraminu mínu. Nú? Nei, það er bara að liggja hana bara dött. Já, myndi ég aldrei að gera. Ég ger það. Ég til þess að TikTok sem að ég bara opna aldrei. Ég vissi ekki eins og ég væri með TikTok. Svo er ég bara með TikTok. Ég lenti í daginn, ég ætlaði að skoða þetta TikTok-drasl sem þú varst að gera. Ég gat það ekki að því ég var ekki með eitthvað account. Samt náði í þetta helvits app. Nenni þess ekki. Já. Það farið eitthvað? Já, ekki bara. Já. Það er eitthvað þreyta í manni. Já, sko, láttu mig þekka það. Þú ert búin að vera í ruglinu. Ég er búin að vera í ruglinu. Það er mér að kenna, bara svo að sé sagt, það er mér að kenna að þátturinn kom ekki út fyrir 12,5 tíma. Ég hafði ekki tíma. Ég bara lenti í vinnutörn. Já, það var einhver eitt annað sem ég ætlaði nú að segja hérna árum fyrir mig eitthvað. Það er nýtt podcast. Já. Bara mæli með, svona þegar við tefjumst. 2 konur? Já, nei, það reyndar það eru kettlingar. 2 kettlingar? Það er hérna hornkettlingar, heitir það. Já, ég var búin að taka eftir þessu. Ég var búin að subscribe en ég var ekki búin að ná að hlusta á þáttinn. Nei, ég aldrei svona hlustaði á fyrsta þáttinn. Já, eina podcastið sem þú hefur hlustað á. Sennilega. Allan þáttinn, þetta er klukktími og bara ég mæli með fyrir svona feministka junkies. Já. Sem að þarna þetta er sem sagt Marie Hjálmdís sem að er kynjafræðikennari í MK í námsleifi reyndar. Ég er að leysa hana af sko, þannig að ég vona bara hún kom ekkert áttur. Jú, ég vona hún kom áttur. Við þurfum að skapa pláss fyrir okkur bæði sko, það er miklu betra að vera 2. Já. Og Auður sem er framkvæmdastjóri Kvenréttindafélags Íslands. Þær eru saman með þetta podcast og þetta er svona samtal á fræðilegum nótum að einhverju leiti langur eitthvað þáttur hjá okkur. Já, okay. Þetta er svolítið þannig. Er þetta svona áfræðilegri nótunum? Já, þær eru með svona ákveðið handrit sem að er svona, já. Þeir eru með ramma? Ok. Það sem önnur þeirra kemur vel undirbúinn og er að segja frá og svo er hinn að spyrja og spjalla og tengja. Þetta er svolítið kunnulegt. Þetta er kunnulegt, en þetta er mjög áhugavert af því að þær eru náttúrulega líka sérstaklega fróðar og reynslu miklar í jafnréttismálum. Já. Þannig að þetta er svona laðar fyrir junkies. Ég bara leið og ég hef aðeins tíma í lífinu, þá ætla ég að hlusta. Jólin. Skella þetta bara Jólin eru álagstími. Já. Herðu, ég finn ekki Já, góði gestir, eitthvað dagsins er fæðingatíðni. Ég glemdi sóta á þennu mínu augnablik. Haltu áfram? Já, takk fyrir að taka bara uppbygginguna mína og bara jarðana. Eitthvað dagsins er sko, já, fæðingatíðni og vandamál eða meint vandamál tengt fæðingatíðni. Það hefur mikið verið í umræðinni undanfarið að fæðingatíðni eða frjósemi kvenna eins og við stundum talaðum sem finnst mjög skrítið orðalag það er eins og þessi bara þetta sé bara konum að kenna og mér finnst frjósemi líka það er bara hugtak sem er frátekið fyrir líffræðilega frjósemi finnst mér en allavega talaðum þetta sem vandamál það hefur verið að mæla er reikn út bara eftir að sagt hérna 1,54 eða 1,56 eftir ég segi þess að 2 tölur núna 2024 held ég að það hefur verið gert sem sagt það eru börn per kona á Íslandi já og það er í svona þú veist þegar verið að tala um svona mannfjölda spár og píramíta sko að þá
þá er yfirleitt notast við töluna sko 2,1 er svona til þess að viðhalda mannfjöldanum. Það er að segja að 2 einstaklingar eignast 2,1 börn, aðeins meir en 2. Okay. Og sem er endar ekki hægt. Það er sko bara 2 eða 3 sko. Jú, já. Það er rosa erfitt að eignast 2,1 börn. Já. Þetta var svona starffræðarbrandari. Já. Höldum áfram. Sko, við erum langt undir þessu viðmiðum. Langt undir þessari, ekki viðmiðum, langt undir þessari hérna tölu til að viðhalda, ætlaði að segja. Ok. Og þetta hefur valdið miklum áhyggjum. Já. Hjá, til dæmis kollegum. Já. Til dæmis, bara fólki á þingi. Og þetta hefur verið svona eitt af mjög mörgum sem að fólk hefur vilja kenna útlendingum um. Já, byrjuðu það. Já. Hvernig kennum við útlendingum um? Ég nefnilega veit það ekki, en það hefur samt verið reynt. Ég fatt ekki alveg hvernig og ég nefndi ekki að lesa þessa menn sko. Já. Þannig að svarið mitt er, ég veit það ekki. Nei, en það er allavega gert. Já, okay. Og svo hefur annað fólk bent á sko að sko þessi fæðingatíðnis vandi Íslands verði í rauninni ekki leystur án aðkomufólks. Og ég man eftir að vinkona okkar sem við fórum á námskeið hjá og tölum um Þorbjörg hún skrifaði einhvern mann greinum þetta bara held ég fyrr á þessu ári og var svona með þessar pælingar og það sem að er sko áhugavert í þessu er að fólk er rosa mikið að reyna að leita að sökudólgi, ástæðu og svo framvegis. Og ég held að ég sé með lausnina. Sökudólgin? Ég held að ég sé með sökudólgin. Ok. Ég ætla að kasta fram tilgátu minni. Já. Og jafnvel getum við kallað hana kenningu að sko að því að hún er byggð á rannsóknum. Okay. Og tölum en ég ætla að fara mjög grönt í það ég ætla að hafa þetta svolítið ég ætla að vera svolítið yfirborðskendur í dag. Já, ekki missa fólk. Nei, þessi 3 þeir fóru bara af því að við fórum að þylja upp einhverjar rannsóknir. Já, allt og flókið. Já. En sko það sem að ég held að sé sökudólgurinn eru kallar. Já, dæmigert. Já. Kenna köllunum allt saman. Já. Ég held að þetta sé köllum að kenna. Já. Og ég ætla að fara með í ferðalag. Ok. Sko, núna er það tölfræðileg staðreynd að konur þær taka eyða miklu meiri tíma í barnauppeldi og þær eyða líka miklu meiri tíma í heimilisverk og ekki bara heimilisverkin sem gerum með höndunum, ekki bara að vaska upp hnífapör, skilur við, heldur líka svona að láta heimilið ganga. Já. Með öllu svona sem að hvað að segja, öllum þessum svona öllu svona þessu planning sem að fólk þarf alltaf að vera með í haustnum. Þú veist, það er ekki bara nóg að skelli þvottavél, skilur við. Það þarf líka að muna eftir að panta læknatíma, þú veist, mæta í læknatíma, sækja barnið til þess að fara með það í læknatíma, þú veist, skipulegja daginn fyrirfram og ekki bara daginn fyrirfram heldur næstu daga, vikur og jafnvel mánuði. Og það eru bara mælingar og rannsóknir sem að liggja á bakvið það að þetta sé miklu meira það sem að falli miklu meira á
konur í þessum típisku karl-kona samböndum heldur en á kalla og auðvitað veit ég það alveg og það eru náttúrulega margir sem að hugsa kannski bara þegar þeir hlusta á hana þátt að margir karlar sem hlusta á hana þátt og hugsa bara eitthvað, já en veist, það er ekki sluð sem mér sko, þetta er frekar jáft og það getur bara vel verið hjá mörgum pörum þá er þetta frekar jáft en hjá miklu fleiri pörum er þetta ekki frekar jáft. Má ég skjóta inn? Já. Af því að þú gafst með bannorð Já, ekki fara að tala það og það er svo erfitt, en allavega ég er í sambandi með konu. Já. Og við höfum svona reynd að taka á þessu saman við erum búin að saman í nokkur ár og svona og við höfum talað um það svo sem og svona og leiðin sem að við reynum að fara til þess að sko jafna út þetta svona hugræna tilfinningarlega álag sem að felst í raun að veran þú veist, í sambandinu leiðin er svo að ég hef reynd bara að taka á mig eins mikið af þessum svona físísku verkefnum þú veist, allt svona sem að þarf að gera þá hef ég reynd að fara þangað inn þú veist, og þá er ég að tala um skuttl og sæki leikskóla læknatímarnir, tannlæknir þvottavél uppþvottavél þú veist, setja róbótana af stað og taka til fyrirfram og æskilur, bara allt þetta físíska og stundum hefur mig liðið að því að sko ég held að það sem að flæki þetta allavega flækir þetta fyrir mig og ég get ímyndað mér þetta flæki líka fyrir marga kalla sem er að reyna einhvern veginn að standa sig og vilja standa sig og hérna eitthvað svona að það er upplifunin að vera að drukna vera að reyna að gera allt en samt einhvern veginn virðist það ekki vera þannig samt er einhvern veginn svona eitthvað sem að maður er ekki að sjá eitthvað sem að ég er ekki að sjá eitthvað sem að ég tek ekki eftir og það er svo pirrandi að einhvern veginn vera duglegur duglegur að hjálpa nei, bara að leggja sig allan fram vera bara með í þessu já, upplifa sig vera með í þessu þetta er ef við orðum þetta á einfaldan hátt það eru tveir einstaklingar sem á ákveðið að vera með fjölskyldur saman þeir eru báðir fullandir that's it akkur verður þá rosalega oft þannig að annar þeirra gerir miklu meira og hinn gerir miklu minna já, sko, það er nefnilega bundið við kall-konasambandið og það hafa nú verið gera skýringar á þessu jú. Að þetta tengist ekki bara einstaklingunum og þeirra ef að segja hæfni og færni til þess að vera einstaklingar saman í sambandi að reka heimili og sjámböðn þetta er meira, þetta er stærra bara venja, menning, saga þetta er bara allt alltaf verið svona já, þetta er bara svo ógeðslega margt sem að kemur þarna saman sem að fólk sem að eins og já, ég er að reyna að gera og ég veit að þú ert líka að reyna það og margir kallar að brjóta þetta form, þetta norm þar sem að annar aðalinn er bara gjörsamlega að brenna út og Marja Hjálmdís sem að er mitt með hotkellingar hlaðvarpið, hún segir sko þeir kallar sem að hún þekki og eru að taka þessari þriðjuvakt sorry, bannorð alvarlega búin að eða já, sorry klippað út hún sagði sko, þetta eru þreytustu menn sem ég þekki og það er ekki að því að en eru konuna þeirra minna þreytar? Nei, sko ég held þetta tengist því að við erum svo óvanir þessari streitu að þetta hefur miklu meira á okkur á meðan konur hafa þurft að teygja sig miklu lengur og oftar sérstaklega konur sem eru mæður þær hafa þurft sko bara að fara beyond það sem þær þola og lengra en það og vera þar og staldra þar við það er ekki eitthvað sem að það er bara þeirra staður já, hann er bara beyond sko pain einhvern veginn og streita á meðan við upplifum það að við séum að fara
í aðstæður sem eru ekki okkar. Ertu að tala á svona svolítið þeirrum nótum eða þess að finnist okkur þetta að vera svona yfir þyrmandi? Já, eða bara að við höfum almennt ekki þurft að teygja taugakerfi okkar, þá er ég að meina tilfinningarlega álæði okkar, andlega álæði, bara við höfum almennt ekki þurft þess að því að til dæmis bara höfum við ekki þurft að ganga með barn langflestir og við höfum ekki þurft að bera ábyrgð á heimilinu, við höfum ekki þurft almennt, við höfum ekki þurft að bara ganga jafn langt á okkur og okkar þarfir eins og konur virðast þurfa að gera almennt og þá er ég ekki bara að tala tengt heimili og börnum, heldur líka bara verandi kona í þessum heimi. Þú veist, að vera unglingsstelpa, að vera í framhaldsskóla, að þú veist, það er allt annar reynslu heimur, hef ég heyrt, ég hef ekki lifað hann, hef ég heyrt og þetta tengist kvenleika og kallmennsku og alls konar bannórun sem ég má ekki segja, en sorry, þetta var bara smá einskot. Já, sko samkvæmt rannsóknum í OECD löndunum þá, og nú einfalda aðeins, þá er það einfaldlega þannig, einfalda, já því er ekki að ég sé að plata, því er ég að sé einfalda, þá er það einfaldlega þannig að hjá í samböndum þar, við erum alltaf að tala um þessi hefðbundnu, típisku, algengu karl-kona sambönd, en í þeim samböndum þar sem karlinn sinnir heimili og börnum í meira mæli en konan? Nei, bara... en hinum tilvíkunum sem við erum að tala um. Já. Þeir sem eru svona duglegastir, duglegu kallanir, hjá þeim þá eignast pör, fleiri börn og konur í þeim samböndum eru ólíklegri til þess að reyna að koma í veg fyrir að verða óléttar og ánægja í með maka, ánægja í sambandi eykst og skilnaðatíðni lækkar. Þetta er fact-based og mér finnst þetta mjög áhugavert. Með öðrum orðum þá mætti halda að sko með því að dreifa þessari vinnu aðeins jafnar þá líði fjölskyldinu betur. Það er svona ofur einföldum allt það sem ég var að fara í kennum. Og það sem er líka sko áhugavert Má ég aðeins eitt að þú segir fact-based? Já, ég með eina setningu viðbót sem er fact-based, svo máttu taka við að það sem er líka áhugavert er að sko svona sterkasti prediktor, hvað er það? Svona forspárgildið. Já, það gæði fyrir. Sterkasta forspárgildið varandi það hvort að konur eignist börn er hvernig sem sagt vinnunni á heimilinu er skipt og ef að konur þurfa að gera allt saman þá minnkar fæðingartíðnin en þegar að karlar axla ábyrgð og taka eitthvað af vinnunni á sig svona meira en við getum sagt innan gæslappa að það sé hefðbundið að þá sem sagt annarkvort stendur fæðingartíðnin í stað eða eykst. Hún sérst minnkar ekki þó svo að trendið sé á þann veg. Nú máttu koma með þitt. Já, nei, að því að það sem að kom mér á óvart hérna fyrir svo allir síðan þegar við vorum að skoða rannsóknir tengt þessu aðeins að nefna af hverju var ég að því að þá var eitt af því sem að kom á óvart var akkurat á skjön við það sem þú ert að segja núna og það er að í samböndum þar sem að ég veit hvað þú var að segja. Já, það er nefnilega en það er samt ekki vitlaust sko. Nei, byrju, ég þarf að klára svo fólk viti hvað er að segja. En höfum þetta bara svona að þar sem að
pör voru íhaldsum, þar að segja það var hefðbundin verkaskipting og viðþorf karls og konu voru í íhaldsamar áttir. Þar voru pörin hamingjusamari heldur en þau þar sem voru svona feminísk, eða þar sem konan var feminísk. Já, kannski var þetta líkilega Já, nei, það sem að þú veist, þetta bara áhugavert. Já, einmitt. Og þá þetta að draga áritun, ok, þannig að það betra að halla sér upp að íhaldinu og vera íhaldsum í kynhlutverkunum til þess að halda hjónabandinu gangandi og vera hamingsum og ekki vera feminiska því að það mun alltaf bara eyðileggja samfélagið og eitthvað. Einmitt. Og það sem að mætti kannski líka að fara út í að svona smá annar vinkill að nei, ég ætla ekki að gera það er slæmhugmynd, ég ætla að halda áfram í þessi mjög ár að ef að fólk vill ef fólk vill halda fæðingatíðninni eða jafnvel aukana og ef það vill hamingjusamari hjónabönd, hamingjusamari sambönd og fjölskyldur sem bara líður betur þá þurfa karlar að taka upp ryksuuna panta læknatíma fara í fæðingarólof sjá helmingin af uppeldinu og vera með allavega svona eins nálægt helmingnum og þeir komast upp með af svona þessu sem erfitt að tala þessu sem ekki bara gert með höndunum á heimilinu heldur svona þessi sífellda svona skipulags maskína að sem að maður þarf að hugsa fram í tíman, fatta hvenar best að gera eitthvað til þess að lenda ekki í vesinni seinna, athuga hvað svona á döfinni, hvað framundan, best að við gerum þetta svona, á ég kannski að hoppa og kaupa gjöf á meðan þú bara og bara tala saman ég held að það sé líka bara og geta tala saman þú veist, með þessu þá leysum við þetta vandamál við erum með góðar rannsóknir innan OECD-ríkjana sem að sýna fram á það og fæðingatíðni lækkuð fæðingatíðni ekki líffræðilegt vandamál hún samfélagslegt vandamál og það sem spilar inn í hana okkar svakalega furðulegi hraði heimur þar sem að við þurfum að vera á mörgum stöðum í einu og það svo mikils krafist af okkur við erum í einhverju lífsgæða kapplöpi við erum með börnin á æfingum hér og þar og þú veist, dæmið gengur ekki upp nema að þú veist, allir séu svoleiðis skutlandi og sækjandi og ég veit ekki hvað út allt og eru lítill tími til þess að virkilega svona setjast niður og bara halda utan á hvort annað og bara aðeins að þú veist, njóta samveru þú veist, við erum í svolítið svona sturluðum heimi og ég held að það spili mjög mikið inn í þetta líka af því að þar eru við alltaf að færa, þú veist, ráin alltaf að hækka og á móti kemur það sem fylgir því, ég ætla að segja að álagið alltaf að aukast og það hefur bara sýnt sig með, og þú veist, það sem þessi lækkaða fæðingatíðni gerir, það hefur bara sýnt sig að konur meikið ekki það bara allt of mikið álag á þær í uppeldi og því að reka heimili og fjölskyldu stundum þurfa líka að sjá kallinn sinn líka
en ekki öfugt en þetta er bara þetta er lýjandi þetta er að buga konur og þær vil ekki taka þátt í eins miklu mælu áður vil ekki taka þátt í að vera sífellt að eignast börn, skilur Nei. Í mjög mörgum tilfellum og þetta þekktist lítið áður þá er í dag eitt barn, það er bara nóg sorry, þetta er bara too much eða ekkert og það er einmitt, það er nú eitt af þessum að holdkællingarna töluðum, það er þessi móður krafa sko og hversu mikið svona tabu það er að konur bara takið ástöðu, ég ætla ekki að eignast börn þá einhvern veginn eru það í alvöru konur, þú veist Já, ég sá nafnið á þættinum, hinn heilaga móðir Já, mjög gott En sko, eitt líka, ok, það er margt í þessu og við getum náttúrulega farið endalaust djúpt og langt með þetta en það er eitt þarna og það er svona kannski sem ég tek persónulega líka til mín og eitthvað sem að ég hef þurft að horfast í augu við og er að reyna að díla við að því að ég tek ekki almennilega eftir þessu það er þegar við tölum sko að jafna byrðina á heimili og bönnum og ég hef svona reynt að stíga inn í þetta físíska en undan farin að því að stíga inn í þetta físíska þá er ég að tala að vinna með höndunum sem að stundum er sagt vera önnurvaktinn, svo ég noti nú aðeins inn það, skýringu undan farin að því er að vera á staðnum, vera til staðar og taka eftir þegar að mér hætti til þess að taka upp síman eða aðeins opna töluna til að græja eitt að þá, og börnunum heima að þá mun ég ekki taka eftir því þegar kannski þau segja pabbi eða eitthvað og það þarf að grípa inn í aðstæður þú veist, það þarf að bregðast við og þá með því að ég er ekki til staðar akkurat þá og þegar þá er það mamman, skilur og þannig búum við til að mamman heldur áfram að vera prime, verður fyrsti aðli af því að hún tekur sér ekki þetta rými sem að ég gerir stundum aðeins að fara í síman og í þessu minnstri verður við kallin að svona auka fóreldri er á staðnum, rosa duglegur en þú veist, er með þetta sem við köllum fjarverandi viðveru stimplaður út andlega og það er algengt og þú veist bara hvað ég segja, kannski að flestir af köllunum sem eru að hlusta á þetta séu að virkilega leggja sér fram og reyna þannig að við erum kannski svolítið að skamma mennina sem eru ekki að hlusta á podcasti, ég veit það ekki eða bara okkur sjálfa sko já og þú veist, við erum opnið með það, við erum alltaf að drulla á okkur sko en það sem ég ætla að segja er að það er í svolítið það er held ég svolítið algengt mynstur að karlar eru alveg til í að taka meiri þátt í heimilistörum og uppeldi ef að konan þeirra bara segir þeim hvað þeir eiga að gera þetta er ok, þetta er alveg jákvætt að þeir séu tilbúinir að taka meiri þátt og ég held að flesti byrji þar en ég held að það sé svolítið mikilvægt að menninir síðan með tíð og tíma átti sig á því að það gengur ekki upp þannig að konan sé bara verkstjóri og seti þá í verkefni heldur að þeir virkilega svona stíi inn á gólfið sko og líti kringu sig og átti sig á því betur hvað þarf að gera og sjáu rykið sjáu að það er hreint í uppþvottavélinni að þarf að taka upp úr henni og eitthvað svoleiðis en býði ekki eftir að vera settir í eitthvað verkefni af því að það er vissulega, já vantarlega þægilegra heldur en að þeir gera það ekki en það hlýtur að vera óþægilegt fyrir konuna að þurfa að vera með eitthvað svona starfskraftin á heimilinu sko og sem þarf að setja í verkefni og passa að sé að gera sitt Já, og stundur í þessu samhengi og ég lofa þetta er síðasta sem ég ætla að segja sem er svona svolítið tengt einu sem ég hef gert að þér fræðilegt Þú ert búin að klúra sem mátt bara nota orðið núna Nei, ég ætla ekki að gera það Nei, það er hugtak sem að kemur úr ensku og við þýddum vopnvætta vankunnáttu sem ég sá reyndar að Sólveig Tómasdóttir tala um vopnvætta vanhæfni og það er alveg fínt líka Já, það er jafnvel, ég googlaði þetta eins og það er jafnvel betra en allavega, vopnvætt vankunnátta sem við töluðum
það að gera hlutin í rauninni það illa að það einhvern veginn bara betra að hún gerir þetta, þú veist, brjóta saman hangklæðin það illa, eða vera svo lengi að ganga frá að, þú veist, konan endar á að gera þetta eða hinn aðeins sem út í sambandi með þetta og þá hætti fólki til þess að nota til þess að nota afsökununa, þú veist, hún vil bara gera þetta svona, veist, ég vil gera þetta öðruvísi en það ekki nóg gott það gerði þetta þá bara aðeins betur þetta er ekki flókið eða þið talið saman hvað nóg gott þú veist, það líka hægt að gera það en sko þannig að kenningin þú ætlar að koma með kenningu hún er þessi að kenningin er svo að orsakavaldur eða sko, hvað sögðu við á hann sökudólgurinn í ráðgátunni lækkaða fæðingatíðni lækkaða fæðingatíðni eru karlar sem að hafa eiginlega tvíþætt annars vegar karlar sem hafa látið konuna sjá allt of mikið á heimilinu og í uppeldinu án þess að axla ábyrgð og taka sinn skerf af þeirri vinnu og því andlega álagi sem vinnunni fylgir og hins vegar heimurinn í kringum okkur sem að er sífellt að leggja á fólk að mínum mati og ímissa rannsakanda mati meira lagi konur en kalla og auka álagið enn frekar og aðstæðunar eru bara ekkert rosalega fjölskylduvænar eða barnvænar. Nei, og það held ég algjört lykilatriði og með minnir að því að nefndir greinina Þorbjargar sem hún skrifaði fyrir einhverju síðan þar fer hún í gegnum þessi atriði sem að í rauninni heit pólitíska mannst þetta fyrir sig okay. Það sem að þarf í rauninni að gera til þess að auka líkur á hækkari fæðingatíðni og það þú veist, það tengist til dæmis fæðingarorlofsgreiðslunum það tengist grunninum og það tengist líka vissulega hámarkinu það tengist lengdinni, það tengist leikskóla aðbúnaði það tengist að sjálfsögðu launamunni, kynbundnu launamunni það tengist líka bara stéttastöðu ég meina auðvitað og það líka verið áhugavert að vita þú veist, hvað maður að segja auðmagnið, eða þú veist, peningana bara laun þeirra sem að er eignast börn og laun þeirra sem er ekki eignast börn og annað sem að hefur breyst og ég man ekki hvort við talað þetta að það eins og okkar kynslóð sem að er að eignast börn núna og kannski fyrir 10 árum þessi kynslóð sem að er svona 9 árum fullorðin núna ég var að segja fædd í kringum 80 til 95-ish eitthvað svona þar mín upplifun svona að fólkinu kringum mig og með það sem ég sá bara þegar ég var barn og þegar mamma mín var alveg upp okkur að í dag þetta miklu svona einstaklingsháðara þar að segja við erum svo mikið ein og það alltaf talað að það þarf heilt þorp til að alveg barn en þetta þorp í dag bara í rauninni 1 foreldri eða mestalagi 2 og svo skólakerfið eða tómstundir þú veist, það ekki þessi sami samgangur og ég man bara eftir frá því að ég var lítill vissulega var það þannig að amma var bara þú veist, hún valdi hún var kannski bara meira þvinguð í það að minnka starfshlutfallið sitt til þess að vera heima og eitthvað svona en það var ekki bara það að amma tók á sig eitthvað heldur líka þú veist, ég man eftir frænku minni sem var mikið þú veist, bara til staðar og eitthvað svona fólk bara í kring, frændfólk og þannig að þessi samgangur þetta community í nær fjölskyldunni það upplifi ég og mér sýnist og ég hef ekki rannsóknir það bara ekki til staðar og það þarf eitthvað að breytast líka þar og ég held að
einhvern veginn ömmurnar og afarnir hérna, foreldrar okkar, ég held að þau séu svona í hérna, þú veist í þessari svona sjálfstæðisbaráttu, þú veist, nú ég búinn að einhvern veginn þrauka og nú ætlum ég bara aðeins að fara á skíði eða nú ætlum ég bara aðeins að hérna, skilur, gera mitt, sko. Kaupa íbúðatenni. Já, eða eitthvað þannig. Og það náttúrulega frábært og ég ekki bara eitthvað að seima foreldrar okkar og hérna eitthvað svona, heldur, ég held að við þurfum einhvern veginn að sjá að það óheilbrigt og óeðlilegt að í fyrsta lagi það sé eiginlega oftast bara ein manneskja sem ber alla þessa byrði sem yfirleitt kona í karlkonasambandi eða að þau séu bara tvö einhvern veginn að baksla þetta. Já. Það bara galin pæling og Þetta fær mig til þess að Sorry, ég ætlaði að klára. Nei, bara okay. Þetta náttúrulega líka risastór vandi. Þetta einmitt fengt mig til þess að pæli í sko ef við hugsum bara sko hvað henni stutt síðan að við komum á mölina ekki að sleppa hérna, og það umhverfi versus síðan sjáum fyrir ykkur hérna förum í alvöru sveitaromantíkur ferðalag bara þetta verður bara algjörst miðflokks hérna, vision það sko hérna stór torfbær, stór bóndabær og þar býr stórfjölskyldan og konan eignaðist 10 börn ég ætla nú ekki að halda þið fram að það hafi endilega verið auðvelt fyrir hana en við getum speklað aðeins eða svona séð fyrir okkur svolítið munin og að vera með 10 börn hlaupandi það sem að eiginlega ekkert hættulegt í kring skilur bara hægi og engi sem þau þekkja og svo framvegis og þau taka þátt í vinnu á heimilinu þess vegna reyndar eignuðist bændur mjög mörg börn þegar vantaði vinnuafl en það er raun og hérna þú veist rosa litlar áhyggjur af því að skuttla í tómstundir og eitthvað svona og svona berum þetta bara saman við þú veist, þetta sem þú ert að tala bara þú veist, við erum svolítið einu eða tvö með okkar börn og hérna lokuð inn í kassas og nærumhverfið geti jafnvel verið pínu hættulegt og þá þú veist, þarf að sækja í þessar tómstundir hinga og þangað bæinn og hérna þetta er svona kannski viltustu aðeins að leið sko eitthvað starfn á leiðinni en hérna ég veit ekki en ég held að sé alltaf hægt að gera með þess kerfinu þá sé alltaf hægt að gera aðstæðanar barnvætni og fjölskylduvætni og þetta þar höfum við svo sannarlega vilst að leið með bannorðinu mínu viltu segja það? Já, þú ert búin að skemma þetta bannorðið mitt var kapitalismi ég ætla að komast í gegnum þetta án þess að ég ætla að tala um kapitalisma og þess að tala um kapitalisma og þú ætlaði að tala ég setti þér verkefni að tala um þriðjuvaktina og að tala um þriðjuvaktina við gerum betur næst Nei, stundum bara þarf að tala um hlutina og svo þarf að nefna nafnið sko. Það má líka stundum Jú Ég held að við höfum Var það ekki bara æfing dagsins? Eða sannleikur dagsins? Ég held að við höfum ekki mist okkur ofdjúft Við notuðum smá persónulegt Þetta var svona gott level sko. Já, ekki bara Var ekki tónnir réttur? Jú Fólk segir okkur það bara Nema þessi þrýr þeir geta ekki sagt En kannski eru þau að hlusta Já, kannski Bara nefndi ekki að vera þarna á Instagram eða eitthvað Heyrðu, þetta var skemmtilegt En já, við lausninnar eru Við ætlum að gera kalla og hið opinbera ábyrgt fyrir þessu Ég get ekki séð neitt annað svar í þessari ráðgátu sko. Nei, förum í Drúno Trúnó dagsins er Ströggl og stolt Ok, spenntur Já Sko ég var alveg svolítið tíma sko að hugsa hvort ég ætti að tala um þetta eða ekki að því að mér finnst þetta ennþá það er pínu ennþá svona smá skömm og svona hvað ég segja, svona sektarkennd kannski jafnvel líka okay. Já, allavega skömm
Ok, sko nú hætti ég í fastri vinnu 2018 var í fæðingarorlofi og fer svo í nám og fer svo að vinna sjálfstætt vinn bara sjálfstætt bara fyrirlesari og að gera alls konar vinna með hinum og þessum fjölmiðlum og í tilfallandi verkefnum og að stöðugt að sækja með einhverja styrki og vissulega fæði ákveðna lífsbjörg árið 2020 með styrkur jafnréttissjóði. Lifi bara á ríkisspennanum við að dúlla eitthvað á Instagram. Akkurat. Og ég meina það var bara algjör lífsbjörg þessi styrkur sem ég fekk 2020 til þess að starta kallmennsku verkefninu og fyrir utan það svo kemur náttúrulega COVID líka þannig að þetta svona aðeins verður ákveðið golf þannig að ég bara golf til að standa á fjárhagslega ok allavega ég næði að byggja upp hennar miðl og að byggja upp það sem að mætti eiginlega bara segja fyrirlestra feril mikið í grunnskólum og svo fer ég að fara inn á vinnustæði samlega þessu á þessum tíma ég náttúrulega dálítið líka mikið svona í opinberri umræðu og margt sem ég geri eða bara segi ekki þar það verður einhvern veginn svona í fjölmiðlum þannig að ég svolítið svona Þú varst allavega á því leveli að það kom tilkynning þegar þið voruð að eignast yngstabandið ykkar. Jaha. Já, bara kom bara í fjölmiðlum, bara herðu. Nei. Þorsteinn og Hulda. Kom það? Já. Ok. Ég var eitthvað að vesnast daginn. Já. Og ég rak augun í þetta. Jaha. Já. Ok. Og líka... Þá maður orðin celeb, sko. Já, ég veit það nú ekki, sko. Þá falla hann orðið, þú ert orðin fólki það sem virkir í athugasemdum segja, og hver nú þetta? Þetta frétt? Og það ákveðið svona, ég held að það sé ákveðið svona celeb-level, sko. Ok. En það var allavega þannig á tímabili að ef ég setti út eitthvað, þú veist, ég gaggrindi kollega einhvern mann eftir eitthvað viðtal og það var það birt á öllum fjölmiðlum. Þú veist, ég setti það bara út og hálftíma seinna þá voru komna fréttir. Já. Þetta var svolítið þannig. Já. Þannig að... Þú varst pínu í áskrift. Já, ég var svolítið svona í opinberri umræðu, ekki sagt það. Ok. Og náttúrulega átti kannski að einhverju leiti líka ferilinn það að þakka að vera í fjölmiðlum þú veist, ég meina þá vissi fólk af mér og eitthvað svona en allan þennan tíma þá var þetta ströggl fjárhagslega og þegar ég vann hjá Reykjavíkurborg og allan minn feril sem sjálfstæðsstarfandi var ég með lægri laun heldur en árið 2017 þannig að 2019, 21, 2, 3, 4 já, bara þangt til núna alltaf með lægri laun heldur en 2017 En byrju, þá varstu á hvað varstu að gera 2017 eftir? Þá var ég deildarstjóri yfir félagsmiðstöðum í Reykjavík Já, ok sem nú þekktur hálaunabransi Hann það nú ekki almennt en Þetta var svona grín Já, ég veit það, en launin, ég var mjög ánægð með launin Þú varst í lagi bara Já, ok og þú veist, ég hafði með fasta yfirvinnu og svo var alls konar fríðindi sem tengdu starfinu þannig að ég hafði það bara mjög fínt Svo fer ég þetta og ég hef líka átalað það, þú veist, mér bauðst þarna einu svona tvisvar, tvisvar, þrisvar hefði að ráða mér í starf mér á boðin störf á tímabili þar sem að ég var bara að ströggla og ég sagði alltaf ok, ég ætla að hugsa þetta meldi þetta og fann nei, þetta ekki rétt ég þarf aðeins að halda áfram og ég valdi það tvisvar eða þrisvar að ströggla já, bara af því ég trúði ég þarf að halda aðeins áfram af því mér fannst ég ekki vera búin að gera allt og það var rétt af því að í rauninni kemur síðan ákveði verkefni ég meina bókin Þrefavaktin hún kemur upp úr bara ok, ég að hlusta á einhverju tilfinningu, eitthvað gött ég þarf að gera þetta núna sem make ekkert sens allavega sko og verandi í opinberri umræðu og verandi einhvern veginn pínu undir smásjáni og undir hælnum á fólki sem að leitar stöðugt að einhverju til þess að hanga þig á eða drulli yfir þig eða segja að það sé ekki eftirspurn eftir þér eða eitthvað svona þá í rauninni eins og þú líka sagt oft ég má ekki gefa þeim högstað þú veist, ég má ekki
ég má ekki segja eitthvað sem býður upp á að vera afbakað og nota gegn manni. Þannig að eitt af því sem að ég held ég aldrei sagt þetta bara ströggl og það tengir stoltinu sko líka, ég meina þetta ekki bara ég einhvern veginn að verja orðsporið eða verja mannorð mitt eða verja mig fyrir árásum eða eitthvað svona, þetta náttúrulega líka ekotengt, þetta líka stoltið mitt að segja ekki frá því að ég hafi á einhverju tímapunkti verið til dæmis atvinnulaus. Já. Að það bara kom ekki inn laun og hvað gerir fólk sem að ekki með vinnu? Það sækir vinnur og meðan það sækir vinnur þá getur það skráð sig atvinnulaust, bara formlega fengið atvinnulausbætur og frá því að ég datt úr tísku í marga mánuði þá þurfti ég að reyða með atvinnulausbætur. Já, ok, marga mánuði? Já, okay. Í marga mánuði þá var ég og ég sótt vinnur á 1.000.000. Já, ok. Ég sótt svona 60-70 störf. Nú? Já. Bara, ég var bara til að gera hvað sem er. Ég talaði ekkert þetta ofnbyrlega. Nei. Vissulega var ég þreyttur og það var ákveðið burnout en á stóru hluta þá náttúrulega líka bara var bara stemningin, sko í fyrsta lagi breytist stemningin almennt milli 2018 og 19 svona upp úr því þegar Andrew Tate fyrir að taka yfir heiminn okay. Og ég fann það bara í grunnskólanum vinnustæðinir reyndar héldu áfram að bóka og það var alveg móttækileiki og ég upplifur reyndar að sé móttækileiki fyrir í rauninni þessum boðskap hefur aðeins breyst sko, hvað fólk til í að heyra og hlusta á og svona en það engin eftirspurn eftir almennar jafnréttisfræðslu í dag eins og var fyrir 3 árum já. Þannig að, já, ég syns að það magnað það svo magnað já. Hvað þetta breytist mikið á stuttum tíma alveg já. Sóðalega sko, ég eiginlega upplifiði og að því að þetta var ekki bara sko hjá mér, þetta var bara í svo mörgum svona sjálfstæðstarfandi geira, það bara svona dróst saman eftirspunnin, þess vegna tók ég þessu ekki persónulega þegar þetta gerist fyrst, það bara allt í einu hætti síminn að ringja eða tölvupósturinn að rigna inn, að því að það var á tímabili þannig að ég hafði ekki undan, ég gæti ekki gert allt sem ég vildi okay. Og það stóð í kannski 3 ára eitthvað, ég veit ekki, 2-3 ár og það var 1 ár, akkurat árið sem ég nota til þess að rekna mér fæðingarorlofsgreiðslur, þar sem að ég náði að hafa ágætis laun það var 1 ár, ég man ekki hvort það var 21, jú það var 21 árið þar sem ég var bara með þannig að ég gæti fengið hámarksgreiðslur á fæðingarorlofssjóði okay. sem meðast við 600 þá, minni mig 600.000? Já, þannig að ég náði því svo bara var þetta decline okay. og og bara ég þurfti að reyða með atvinnuleysisbætur í marga mánuði skráði mig af þeim af því að þú veist ég sá fram á að geta greitt með laun svo einhvern veginn var það af því að þetta er svo líka mikil óvissa þú veist, ég veit ekkert þetta var oft þannig að ég sá ekki mánuð fram í tíman bara hvernig mun ég borga með laun næst bara vissi það ekki og þannig var það bara í mörg ár ég raunverulega vissi ekki með hvaða peningum en svo bara einhvern veginn rettaðist og það kom inn þetta verkefni en aldrei þannig að ég gat greitt mér í rauninni grunnlaun kennara, ég var alltaf undir þeim nema mögulega þetta ár 21, það var eina ári sem var bara í alvörunni venjuleg laun ok, en sko verandi atvinnulaus og þá er eitt í þessu að ég skammaðist, mér leið alltaf eins og ég væri að svíkja mér leið alltaf eins og ég var að bara einhvern, ég væri bara að stelast ég var ekki að fá neina tekjur skilur, ég var ekki að vinna ég var að sækja störf í alvörun á fullu bara alls konar störf og að mér leið samt eins og ég væri að svíkja okay. og þá líka að því að ég var einhvern veginn líka aðeins að halda í svona einhvers konar stolt eða ego að út á við að segja ekki, ég er atvinnulaus það er ekkert að gera hjá mér að því að við erum alltaf að tala um það brjálaði að gera maður, djúvillig brjálaði að gera nóg að gera á mér sko ég er enda laug þínu aldrei en já, ég skammaðist mín ég bara skammaðist mín fyrir það að vera í rauninni atvinnulaus að þiggja atvinnuleysisbætur
og vera ekki sjálfur mér nægur einhvern veginn. Ok, núna ertu að tala í þátíð. Er það af því þú ert í vinnu núna eða er það af því að þú skammast þín ekki lengur fyrir þetta? Það er, og þetta er náttúrulega það sem við höfum talað um áður, sko, við erum alltaf til í að tala um vandamálin eftir á. Já. Ég meina, gefur auga leið, ég er í fullu starfi í dag. Já. Og byrjaði þannig í hálfu starfi í janúar og það var, þú veist, það var 1 gig sem að ég fekk í fyrra, hvað 25 núna, 24, þú veist, þá bara meiri hlutin á 24 var ég bara atvinnuleysisbótum. Já. Ég held að hafi ekki verið, ég held að hafi verið mögulega 1 mánuður þar sem ég gætt greitt með laun, 24. Já. Þannig að sko, og bara sækjendur vinnur endalaust og eitthvað. Ég skammast mér ennþá, sko, mér finnst það mjög vandræðilegt, mér finnst mjög óþægilegt að segja frá þessu. Ok. En ekki það því að ég óttist eitthvað svona, þú veist, einhverja fjölmiðla umfjöllun þetta eða eitthvað þannig, heldur bara, þetta er bara einhvern veginn svona sárt í sjálfsmyndina eða eitthvað. Já. Að vera þarna, sko. Já. En náttúrulega líka bara staðfestir það sem að ég hef sagt í mörg ár og ég sagði áður en ég varð atvinnulaus að jafnréttismál er dottinn úr tísku. Já. Og það er bara, stemningin er súr, skilur. Þannig að, en mér langaði að nefna, sko, og ég veit ekki alveg, nú veit ég ekki hvaða hópur af fólki það er sem að þarf að reiða sig hvað mest á atvinnuleysisbætur og náttúrulega þú getur það bara í takmarkaðan tíma. Ég held að sé einhverjir, ég man ekki hvort það var 30 mánuðir á 10 ára tímabilið eða eitthvað sem þú getur sem streitt á atvinnuleysisbætur. Og eftir það þá bara fara ekkert? Já, þá þarf það að reiða á borgina eða eitthvað svoleiðis. Okay. Já, sveitafélagi sem hún býr í, ég held að sé þannig og það er miklu lægra. Að sko bara hvernig maður er að því að skömmin, þú veist, það er skömm ég veit það, ég held að fólk ég allan veit ekki marga sem er eitthvað, já, ég er á atvinnuleysisbótum drullu næs veist, ég hef aldrei heyrt það. Nei. Og yfir höfuð bara ekki heyrt fólk tala um að það sé á atvinnuleysisbótum, skilur Nei. Ekki eins og fólk sem er atvinnulaust og atvinnuleysisbótum, ég bara man ekki eftir því. Það sé endilega að tala um það. Og það er svo margt í þessu kerfi sem er niðurlægjandi, sem einhvern veginn svona eins og að vera svona pota í þig. Okay. Og ég upplifa þannig, kannski er það bara því ég er með svo mikið ego sem ég er búin að blása út og það má ekki koma við það. Það er að mæta í einhverja biðröð? Já, maður þarf að mæta á eitthvað svona námskeið og svo er alltaf að vera að senda mann eitthvað sumt er skylda og þú bara verður að mæta og þetta er kannski námskeið eins og eitt svona skyldudæmi sem að reyndar var til þess að ég var sviftur atvinnuleysisbótum að því ég mætti ekki á eitthvað svona skyldudót þá bara fekk ég ekki atvinnuleysisbætur að því ég mætti ekki á námskeið eitthvað svona tölvu kunnáttu sem átti semst að vera sérsniði fyrir mann með mína reynslu og þekkingu, þá átti ég að fara út á námskeið, það var skylda og ég eitthvað svona sendi post og svona, þú veist, ég veit ekki alveg og ég man ekki, ég komst ekki heldur og það var semst ekki lögleg afsökun, þannig að þá kom bara bréf, þú hefur verið sviftur atvinnuleysisbótum af því að þú mættir ekki á námskeið. Og bara já, ég upplifði margt svona og ég hefði aldrei getað að fara eitthvað og bara, hvað bull er þetta? Nei. Og sem betur fyrir bara einhvern veginn, þú veist, réðu við það, ég hefði verið alvegjulega launalaus þarna, en bara fyrir fólk sem er í enn veikari stöð heldur en ég meina, come on maður, fuck. Það er bara, þú kemst ekki á eitthvað námskeið að því þú ert ekki með löglega afsökun og þá bara færðu ekki pening. Að því ákvæmst að heimsækja fjölskyldinu en á Ísafirði og varst við auðvitað eftir? Já, að því að sko líka fyrirværin er bara, þú fær bara tölvupost bara klukkan 4 og það mæta klukkan 9 daginn eftir. Það er ekkert eitthvað svona viku fyrirværi. Nei, það er bara á morgun. Ég skil. Þannig að það er alveg bara brútal, en að einhverju þetta skilja að kerfið þurfi náttúrulega líka að, þú veist, en kerfið gengur raun út frá því að þú sért svikari, að þú sért að svíkja, sért að nýta í kerfið, eins og það sé svo geðveikt drullu næs að vera atvinnuleysisbótum og fá einhverjar, ég man ekki hvað það var, 300 skall eða eitthvað. Þetta er hérna pósturinn og tollurinn aðferðin. Þetta er bara fucked up, sko. Ef maður fær eitthvað sent, sko, það er alltaf
það er gert ráð fyrir því að þú hafir keypt þetta og þú sérst að fela reikningin og þú sérst bara að plata og þú rukkaði bara og svo bara, ok, var þetta ekki ok, sannaði þá að það hefur ekki keypt þetta þetta er bara, ég þól ekki þetta er svo ljót framkoma við fólk og svo náttúrulega má heimfara þetta líka bara yfir á örorkubætur, þú veist að orðraða sumra kollega fólk sem að þarf að reyða svo örorkubætur að það sé bara sjúga kerfið og sé bara að murka lífið úr ríkinu þannig að sko það er ekki beint að draga úr þeirri skömm sem að maður upplifur að þurfa að reyða sig á bætur yfir höfuð vegna þess að maður er bara óvinnufær eða bara fær ekki vinnu eða hefur ekki vinnu að á meðan að sko hér raunverulega vandamál ef við ætlum að hugsa tekjur ríkisins og stöðu þess eru ekki veikt fólk eða atvinnulaust það er svo sannlega ekki í staðan það er ekki út af þeim nei, bara svo sannlega ekki og það er ekki út af hælisleitendum svo sannlega ekki og fólk þarf ekki mikla færni í starffræði til þess að átta á því þú þarft ekki einu sinni að hafa lokið grunnskólastarffræði til þess að geta skilið tölunar á þessum málaflokkum og sett það í samhengi við heildina og bara sko ég var ekkert að rekna þetta sko þar að segja það sem er talið opinberlega að sé svikið undan skatti og þá er ég að tala eignafólk galnar upp að þér sko þetta var og ég tók hvað eru margir á atvinnuleysisbótum og örorkubótum þá sem sagt gátu við með það sem að ríkið tapaði af skattaundanskotum, ég man ekki nákvæmlega mér minnir þetta hafi verið 10 milljónir á hvern einn og einasta sem er á örorku og atvinnuleysisbótum sem sagt á mánuði þannig að hver og einn á bótunum gátu fengið 10 milljónir á mánuði fyrir það sem að vera stelundaskatti fyrir skattaundanskotin okay. Þetta var eitthvað svona bara trillt upp að sko þannig að bara svona setja þetta í samhengi en skömmin hún er þarna ennþá og ég veit það ekki, ef ég verð atvinnulaus eftir þetta kennslusísjón mitt sko, þá verður skömmin örugglega ekkert eitthvað minni. Nei. Þetta er niðurlægandi sko. Okay. Og þetta er vandræðilegt og mér meira þess að þótti vandræðilegt vegna þess að ég hafði mikið verið í opinberri umræðu og mögulega einhver kannast þér nafnum mitt skilur að þá fannst mér jafnvel niðurlægandi að vera að sækja störf. Já. Bara já, kemur þetta failure hérna. Það er óþægilegt sko. Já, ég skil hvað meinar. Já. En þetta var mitt Rúnó. Takk fyrir þetta. Þetta er eitthvað að tengja það, þú ert nú sjálfsagt starfandi. Bara brjálað að gera? Það er brjálað að gera sko. Þess vegna gat ég ekki verið með hann þátt á raun tíma sko. Já. Nei, það er alltaf sko. Nú þú hátt ekki maður. Ég held að fólk sko það er svona tvennslags miskilningur. Já. Hvað mig var það? Annar þeirra er að ég hafi bara rosalega mikið frítíma og geti bara alltaf, ef einhvern dettur eitthvað í hug þá geti ég bara stokkið til af því að ég er, innan gæðslepa frílans. Já. Það er svona, það byrja mig. Og hitt er sko að ég man ekki hitt. Nei. Býta þess? Þú finnst að vera svona að geta svona reglulegur í hugsun bara, ég tala þetta og svolítið þetta og svo meðan ég tala þetta þá gleymi ég þessu. Já, ég gera það alltaf. Já, hitt var Manstu hvað varst að tala um? Hamborgara. Hitt var á meðan að Haukur hugsar þá ætla ég að segja ykkur frá því að við erum með Instagram sem heitir Tveir kallar. Svo erum við líka með tveirkallar.is þar sem við setjum alltaf inn vídeo úr hverjum þætti. Nema þetta síðast, ég glimti því síðast, ég bara byrst afsökunar. Brjálað að gera. Það brjálað að gera. Það er enda brjálað að gera á mig núna af því að ég er í fullu starfi og meira að segja einn og einn fyrirlestur en já. Er þetta ekkert að koma hér? Nei, þetta er ekkert að koma sko. Nei. Það er nefnilega búið að vera brjálað að gera. Álag á kallinum. En þið sem eru þetta lojal hlustendur og eru komin alla þessa leið þá þætt okkur væntum að þið myndu sko subscribe líka ekki bara hlusta, heldur subscribe að reyta eitthvað því það er vist mikilvægt. Já og ekkert eitthvað ég pínu farin að hata Spotify sko ekkert eitthvað bara þar, bara á alls konar svona nei, bara það sem þið hlustið, það sem fólk hlustar meir sér líka það sem við hlusta ekki.
ég veit ekki hvort það sé hægt blikk ég held að það sé ekki hægt að svindla á kerfinu það eitthvað svona þú þarft að hafa hlusta það mæti biðröð og niðurlæði námskeið og niðurlæði fá að subscribe Ef ekki að fara í hlustandan förum í hlustanda dagsins Húrra að hvort þú séum up and running ég nefnilega sparkaði og vart tölvunni að Þorsteins niður og hún lokaðist og kannski kattaðist á útsendingu Nei, það gerði það nefnilega ekki sko. Það virðist vera að rekorda ennþá kattaðist á myndbandið eða eitthvað Nei, það er ennþá bara rúla Herru, 5 mínútur 5 mínútur, ha? Það er það Allt í rugli 5 mínútur Heyrðu nú mig Þetta er nú kannski svolítið tengt Jó. Hvers vegna er karlmönnum svona ógnað af Þorsteini? Ég skil það ekki Kjarni málsins, takk Borghildur Tuma Borghildur Tuma? Já Er það leyninafn eða er það alveg nafn? Nei, ég veit ekki Borghildur Tumadóttir Það stóð undir þessu allavega Nei, ok Já, ekki á ég að svara þessu Ég veit það ekki Þú lítur að vera með upplifun eða hugmyndir Að kallmönnum sé ógnað mér Já, ég meina ég Kallmönnum svona ógnað Þorsteini Ég skil það ekki, Kjarni málsins takk Kjarni málsins takk, við þurfum að kjarna það Kjarnin, hérna, sko Vissulega hef ég hugsað þetta og það er kannski eitt af það sem fólk veit ekki ég ætla að segja femíníska aktivista fólk sem er í mannréttindabaráttu í rauninni hvar sem það er ekkert fólk í heiminum ekkert fólk sem ég þekki sem er jafn krítískt á sjálft sig og aðferðnar sem það beitir bara það er stöðugt að hugsa ætti ég að segja þetta svona, ætti ég að skrifa þetta svona ætti ég að gera þetta, ætti ég að gera þetta svona ætti ég að gera þetta með öðrum hætti og svo framvegis og eitt af því sem ég hef gert margítryggað allan tíman sem ég hef verið virkur að gera eitthvað óvesenast er að hugsa ætti ég að gera þetta svona ætti ég að fólk sem að vinnur af heilindum fyrir fólk er mjög oft fast þarna á meðan að fólk sem að vinnur fyrir auðvaldið eða peningaöflin það er ekki jafn mikið að hérna, festa sig í nákvæmlega hvort að þessi aðferð er rétt og fólk kemur sér svolítið bara svona já, prófum bara þetta og gerum mitt og gerum bara bæðið og slis og þetta held ég svo ég mingi tíma sem við höfum þetta held ég að endurspeglist í því hvernig hægriflokkar ná að vinna saman þó svo að þeir séu rauninni eins og er ekkert leyndamál með sjálfstæðisflokkin þeir eru 2 flokkar í einu flokki á meðan að vinstriflokkandir klofna af því að það er þú veist, þau eru ekki sammála um þetta hérna eina atriði sem ég held að þetta tengist Já, getur verið, en allavega ég minna bara frá því að ég byrjaði að tjá mig kallmennsku hugmyndir þá fekk ég svona harkaleg viðbrögð frá köllum og ég held þetta sé að hluta til það hvaðan ég kem og hver ég er þar að segja, ég er karlmaður í forréttindastöðu ég er einhvern veginn að svíkja lit og ég held að margir upplifi að ég geti bara ég og það er það sem þeir þurfa að taka sé þeirri stöðu í raun að draga tjöldin frá þeim þú veist, þeir get ekki lengur einhvern veginn falið sig á bakvið vegna þess að ég kem bara úr þeirra eigin herbergi og ég bara segja frá öllum leyndamálunum og tryggsonum og það líkar engum við það að einhver sé að skvíla því sem að þeir byggja sína ég held að sést á réttileg sko. og að blaðra að við beitum þessari þessum við talum á hann þessari vopnvættu vanhæfni eða vankunnáttu mátti ekki segja konunum það að við gerum þetta bara til þess að geta til að meira sófanum og líka annað að margt, sérstaklega þegar ég byrjaði var nýtt fyrir svo mörgum þú veist, þetta var ný gagnrýni þetta var ný tegunda gagnrýni og algjörlega fókusuruð hnitmiðuð og ég meina ég þekki það bara sjálfur þegar Hulda kona minn bendi mér á eitthvað sem að ég bara hafi ekki tekið eftir þá fer ég í vörn fyrsta viðbragð er bara nei ég kannast ekki við þetta þannig að þetta er svona tvennt innanbúamaður sem kemur með einhver upplýsingar sem þú bara what? Ég kannast ekki við þetta eitruð, skaðleg kallmennska hvað þetta tala kallmennska jákvæð sko og
fólki finnst það móðgandi eða ára svo sig persónulega og auðvitað skilji það því að þetta er persónulegt vegna þess að við höfum gert þetta fyrirbæri sem karlmennska sem er menningabundið, staðbundið, aðstæðbundið og svo framvegis. Við höfum gert þetta að einhvern veginn okkar og ég er ekkit undantekning frá því að hafa mótað mér einhvers svona sjálfsmynd sem má tengja við karlmennsku út frá aðstæðanum, út frá hver ég vill vera og hver ég er hér og nú. Við komumst ekkit undan því sko. Og þá tengist það bara virðingu, völdum, viðurkenningu og svo framvegis sko. Já, þessi einmitt. Það er búið. Já. Og ég held að við ættum nú bara ekkert að vera lengi hana þáttökur. Nei. Þetta er svona blaður í okkur. Mér finnst þessi þáttur allt og langur hjá okkur alltaf. Já. Ég var alltaf að skamma ykkur sko, hjónvarpið fyrir að fara út fyrir 50 mínútunar sko. Jú, mann það. Og svo er ég hræstnarinn sem ég aldrei undir 50 mínútum. En það er samt gaman hvað þú lærðir, hvað það er auðvelt að fara yfir klukktímann. Já, það var fínt að sitja hérna með einn sko. En mér finnst hins vegar þetta samt og langt sko. En svo spyrjum við hlustendur og bæði bara á Instagraminu okkar og bara, þú veist, kemur ykkur út í bæ og nei, það er bara flott bara, og margir eru bara, þú veist, hafa lengri bara, nei, hætti nú alveg. Já, og oftar fleiri þætti. Nei, hætti nú. Það er of mikið sko. Ég held að það er of mikið. Mér finnst klukkutíminn góður. Já, við þurfum að hysja upp okkur í þessu.